Komið sæl og velkomin á Þjóðbraut á þessum ágæta þriðjudegi. Í seinni hluta þáttar þá koma ritstjórarnir til Sigmundar Ernis. En fyrst ætlum við að ræða stóra málið. Það eru ný frumvörp húsnæðismál og ríkisstjórnin kynnti í gær nýja leið til fasteignakaupa og leið skref í átt að því að draga úr vægi verðtryggingarinnar og þá verðtryggingar fasteignalána. Þessi leið nefnist fyrsta fasteign og er ætluð ungu fólki og þessi leið gefur fólki tækifæri til að ráðstafa sínum sparnaði með frjálsari hætti en áður. Og þá voru kynntar sem sé 3 leiðir fyrir þá sem að kaupa sína fyrstu íbúð. Og þetta þá fyrir ungt fólk sem greiðir í séreigna lífeyrissjóð. Og þessa leið nefnast sparnaðarleið. Það á að vera þannig að þá getur nýtt uppsafnaðan séreigna lífeyrissparnað til innborgunar við kaup á fyrstu fasteign sem sé eigið fé, tekur þetta út skattlaust. Síðan það höfuðstólsleið og þá nýtur sparnaðinn til að niðurgreiða höfuðstól lána mánaðarlega. Og svo það blönduð leið. Og þá má nýta sparnaðinn bæði til að greiða inn á höfuðstól og sem hluta af afborgun inn á óverðtryggt lán við kaup á fyrstu íbúð. Þetta er svona einföldun á þessu máli en þetta er þessar 3 leiðir og úrræði má nýta í 10 ár samfleytt og úttektin á sparnaðinum verður sama hvað leiðir farin skattfrjáls. Og það eru sestar hér Sigríður Ingibjörg Ingadóttir formaður velferðarnefndar Alþingis og þingmaður Samfylkingar og Líneik Anna Sævarsdóttir þingmaður Framsóknar sem situr í efnahags- og viðskiptanefnd. Verið velkomnar. Takk. Takk fyrir. Hvaða tíðindi felast í þessum frumvörpum að ykkar mati? Kannski byrja á þér Líneik, það er þinn flokkur sem að stendur á baki þessu. Já. Með Sjálfstæðisflokknum. Í þessu frumvarpi felast þau tíðindi þannig er risastórt skref sem að með tímanum leiðir til fækkunar verðtryggðra lána. Og þetta er líka risastórt skref til að mæta ungu fólki við að eignast húsnæði og það hefur sýnt sig og grunnurinn að þessar aðgerðir meðal annars sá að þeim ungu fólki sem kaupir húsnæði hefur fækkað í þeim hópi á síðustu 10 árum miklu meira heldur en að ég hafði gert mér í hugarlund. Já, það eru 45.000 launþegar sem eiga ekki fasteign og það er áætlað að það verði margir sem geti nýtt sér þetta. En hvað segir þú, Sigríður? Já, það er nú margt þetta að segja. Það er mjög margt þetta að segja nefnilega. Og ég verð nú að segja sko, það var svona boðað að nú væri að koma tillögur hvernig aflétta ætti verðtryggingu stíg út úr henni. Svo kom bara tillögur húsnæðissparnað, þannig ég var svolítið rugluð í rýminu. Varan var ekki hinn auglýsta, þannig að það tók maður svolítið tíma svona einhvern veginn, þess að byrja hvað er þetta? Og mér finnst kannski svona Framsóknarflokkurinn sé bara búinn að lúffa fyrir Sjálfstæðisflokknum. Við séum hætt við afnám verðtryggingar og komin yfir bara í þessa húsnæðissparnaðarleið. Ég held að sko húsnæðissparnaður getur sannarlega verið af hinu góða og það er náttúrulega rosalegt mál fyrir ungt fólk sem getur ekki eignast húsnæði, kemst ekki inn á fasteignamarkaðinn. Þetta er mjög alvarleg staða og bara húsnæðisöryggi er svo mikilvægt. En þá sko vakna svo margar spurningar. Sko nú getur verið að ég væri nýbúin að kaupa íbúð og gæti byrjað að greiða niður höfuðstólinn með séreignarsparnaðinum mínum og það er fínt, en ég er þegar komin inn á markaðinn. Já, og fólk er að gera þetta. Já, þannig að ég er þegar komin inn á markaðinn og er í tiltölulega góðum málum. Þeir sem eru enn ekki komnir inn á hann og ætla að fara að spara í einhver ár, mjög líklega mun þessi aðgerð valda því að húsnæðisverð hækki. Þannig að þetta gerir skrefið inn á markaðinn jafnvel erfiðari. Nú er ég ekki með greiningar fyrir fram að mig og gerir mér ekki, maður á svolítið erfitt auðvitað þegar ég skoðaði þessar glærur, en maður á erfitt með að átta sig alveg á umfanginu. Þannig ég get sagt sko, það er jákvætt að það sé verið að auðvelda fólki að spara fyrir húsnæði, erum við örugglega, en ég er ekki sannfærð að þetta sé besta leiðin, og sannarlega erum við ekki að stíga neitt skref sem heiti getur til afnáms verðtryggingar. Já, þið töluðum það Líneik í fyrir kosningarnar síðast Framsóknarflokkurinn og það hefur verið ykkar stefna að afnema verðtrygginguna. Það var gerð síðan úttekt á þessu 2014 hvað væri heppilegast, en eru þið að svíkja þetta kosningaloforð að gangi ekki lengra en raun ber vitni? Það eru auðvitað skiptar skoðanir, það eru skiptar skoðanir í þingflokknum hvort þetta skref sé nægilega stórt
ég álít að þetta skref sé stærra en það lítur út fyrir við fyrstu sýn. Það er hins vegar alveg ljóst að í meðförum þingsins þá verður farið ítarlega yfir það og við skoðum hvort að það séu hægt að taka stærra skref í einu. Ert þú sátt við að það sé tekið þetta skref og ekki farið lengra, miðað við hvað flokkurinn hefur verið með á stefnuskráni? Ég tel þetta að vera með hinu frumvarpinu, þar sem er verið að banna tiltekna gerð af verðtryggðum lánum til 40 ára, að þá tel ég þetta skref muni skila okkur býsna langt, því að það þýðir það að þeir sem að bjóða upp á lán, þeir verða að finna aðrar leiðir og það er auðvitað fyrsta skrefið. En eins og ég segi, það eru mjög margir innan Framsóknarflokksins sem vilja leita frekari leiða og kanna hvort hægt sé að stíga stærri skref. Kannski hægt að segja það að ég sé svo sem hvað sáttist við þetta skref. Já, en svo stóra spurningin, En kannski að ég segi, sko, það sem gerist í rauninni, það hefur verið verðtryggðu lánin, afborgunar, eða sérst óverðtryggðu lánin, afborgunarbyrðin af þeim hefur verið það mikil í upphafi, fyrstu árin, að ungt fólk hefur enga megin ráði við þau. Nei. Og bara ekki fólk yfirleitt? Já, einhverjir hafa gert það, en alls ekki ungt fólk allavega. Og þetta gerir þeim hópi kleift að taka þau lán með því að nýta séreignarsparnaðinn til þess að taka kúfinn af afborgunum fyrstu árin og lækka höfuðstólinn. Já, förum þá aðeins í þetta, þetta eru 2 frumvörp og annað snýr að því að banna þessi 40 ára jafngreiðslulán, hins svokölluðu Íslandslán. Og þau mega þá bara verið til 25 ára, en síðan eru ansi miklar undanþágur. Þeir sem mega þá taka það jafngreiðslulán til 40 ára verður þá þeir sem eru tekjulágir á tilteknum aldri og fólk með lágt veðsetningar hlutfall. Þannig að þessi hópur er ansi stór sem mun þá fá undanþágur. Mjög stór. Og ég skil þetta ekki. Ég bara játa það. Ég fór í gegnum þessar glærur. Þær voru reyndar öll dæmin miðuð við lán til 40 ára líka og þetta var auðvitað mjög mikið upplýsingum. Þetta er mjög mikið, já. Þannig að, og ég hafði ekkert ég bara svona reyndi að renna í gegnum þetta, þannig að ég aðeins skildi út á hvað þetta gengi og mér fannst mjög erfitt að átta mig á hvað umfangið yrði. Ég ætla að segja eitt, sko. Þetta frumvarp, eða þessi húsnæðissparnaðarleið er fyrst og fremst leið til þess að létta vaxtaokri af húsnæðislánum og ungu fólki út af krónunni. Við búum með krónu með þessa háu vexti sem að henni fylgja. Við notum vaxtabæturnar til þess að greiða þá niður og nú er verið að koma með þessa leið og það er verið að búið að lækka vaxtabæturnar mjög mikið þessi ríkisstjórn. Verið að koma með þessa leið til þess að greiða niður okurvextina sem fylgja íslensku krónunni. En sko þá er það, já. Og sko, verðtryggingin var sett á við allt önnur skilyrði en ríkja nú í íslensku efnahagslífi. Það var handstýrðir vextir, það var ríkið var með forráð yfir öllu fé í bönkunum, það var ekki fjármagnsflæði, það voru allt aðrar aðstæður. Núna í dag er flóknara afnemana út af því hún er innvikluð í allt okkar fjármálakerfi, meðal annars lífeyrissjóðina. Og þetta er svona svolítið flókið að fara í þessa aðgerð. Við getum gert þetta bara hratt eða í einhverjum skrefum. Þetta er hænuskref. Þetta er ekki alvöru skref í átt til afnámsverðtryggingar. Já, það var sérfræðingahópur sem skilaði þessu 2014 afnám verðtryggingar og þar var mælt með því að þetta er ekki gert bara í einu skrefi, að þetta gera þetta jafnt og þétt. Þannig að var ábyrgt af ykkur Líneik fyrir kosningarnar að segjast ætla að gera þetta, afnema verðtryggingar 2013? Já, það var ábyrgt og við erum að vinna í þátt og þetta er bara svo leið sem að virðist fær að taka hann í skrefum. Það er hins vegar, eins og ég sagði áðan, engin launung að menn eru ekki allir á sama staðum hversu hratt ætti að fara. En þið voruð heldur bjartsýn fyrir kosningarnar vegna þess að þið sögðust alltaf að gera þetta. Og það er, sko, ég tel að við séum að gera það sem við sögðum fyrir kosningar. Einhverjum öðrum kann að finnast eitthvað annað. En ég er bara hæst ánægð með að við séum að komast af stað með þetta. Og það sem að afleiðingarnar eru þær, ef að þessi verkefni komast á svona, að þá dregur úr vægi verðtryggingar, það gerist yfir ákveðin tíma, þá er hægt að taka næsta skref. En það eru líka hliðaráhrif að það stýrivextir ætti að fara að
býta betur og þar með ætti að vera hægt að lækka vaxtastig í landinu og allt þarf þetta að gera saman. Þetta snýst ekki bara verðtrygginguna, þetta snýst vextina og verðtrygginguna eins og fram hefur komið. Það var margir bent á það, hún Ásdís Kristjánsdóttir hérna forstöðumaður efnahagsviðs Samtaka atvinnulífsins var hjá okkur í síðustu viku og nefndi einmitt að sko verðtryggingin væri engin orsök heldur afleiðing bara af hvernig efnahagsástandið Þannig að sko margir sem benda á býtu verðtryggingin ekki vandamálið, það eru vextirnir. Við erum með sko Albaníu vexti, háa fasteignavexti á fasteignalánum og í Albaníu. Á Norðurlöndunum 23%. Hér þetta einhver tíma einhver staðar í kringum 7. Þannig ég meina, erum við raunverulega að taka raunverulega á vandanum, sko kjarna vandans? Krónan náttúrulega stórkostlegt vandamál fyrir okkur. En varðandi orsök og afleiðingu, þá sko verðtryggingin afleiðing verðbólgu sem að fylgir gjaldmiðlinum okkar og svona sveiflum í gengi. En verðtryggingin líka skjól. Ég meina, verðtryggðu lánin okkar bera, sko, ég meina mjög margir, eru með rúmlega 4 og allt upp í 5% vexti umfram verðbólgu. Og það eru lánveit, og það náttúrulega það sem að fólk hefur gagnrýnt og sviðið undan líka, það eru lántakendurnir sem taka á sig verðbólguáhættuna en ekki lánveitendur og lántakendur sameiginlega. Þannig að sko, það vandamál verður þarna áfram og nú búið að ákveða að hér eigi að vera áframhaldandi króna, það það sem vilji núverandi stjórnvalda og þá eigum við þá bara að vera áfram með verðtrygginguna, eru það skilaboðin frá Framsóknarflokknum og Framsóknarflokkur tekur hér við í forystu ríkisstjórn, fær í vöggugjöf frá ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur, batnandi hag ríkissjóðs og efnahagslegan stöðugleika. Ef að Framsóknarflokkurinn í forystu við þessar aðstæður hefur á rúmum 3 árum ekki geta stigið nein raunhæf skref til annars verðtryggingar, þá mun hann aldrei geta það. Og þetta frumvarp sýnir okkur. En þú verður samt að viðurkenna að það náttúrulega verið að stíga ákveð skref. Nei, það mjög takmarkað. Já, hænuskref, það eru þarna mjög, við ræðum það, þetta eru 40 ára lán sem verið að bjóða áfram með mjög rúmum skilyrðum. Þannig að það mjög líklegt að mjög margir sem eiga að nýta sér þetta úrræði geti tekið þau lán. Við vitum ekkert hvaða áhrif þetta hefur á fasteignaverð. Það mjög margt óvíst þarna og ég leyfi mér að fullyrða að þetta sé hænuskref ef það skref yfir höfuð. Já, hér ber mikið í milli því þú segir að þetta sé stórt skref, þú segir að þetta sé hænuskref og svo náttúrulega höfuð þetta hérna á milli að það sé náttúrulega, já, það náttúrulega svo margir óvissu þættir í þessu en það búist við því að 14.000 einstaklingar geti nýtt sér eitthvað þessum 3 úrræðum. En hvað með þá sem eru nú þegar út af markaðanum? Sko það búið að framlengja og þú getur notað séreignarsparnaðinn til að borga niður höfuðstólinn. En verður ekki svo hópur eftir? Þetta ekki svo takmarkað? Já, fólk hefur getað, eins og þetta var upplega sett fram í tengslu við leiðréttinguna, þá gat fólk notað það í 3 ár til þess að greiða inn á höfuðstólinn. Og þarna með þessu frumvarpi sú leið framlengd 2 ár. Og auðvitað hefur það haft mikil áhrif hjá mörgum með svo hinum hlutanum að leiðréttingunni. Já, hvað þann hóp? Sá hópur hefur náttúrulega fengið verulega leiðréttingu og það náttúrulega orðið verulega tími síðan að þau lán voru tekin. Ég þekki svo ekki alveg hvernig skilin eru, ég ekki bara komin ón í frumvarpið að stúdera það, þú veist hvaða skilirðið eru til þess að komast inn í leiðina, hvenær menn þurfa nákvæmlega að hafa keypt. En ég er svo algjörlega sannfærð að þetta risastórt skref því að þó að ungt fólk sé í undanþáguhópnum þá gerir þessi leið með séreignarsparnaðinn því kleift að sleppa verðtryggðu láni af því að nú ræður það við óverðtryggt. Þetta svona tæknileg útfærsla. Það eru margir þættir sem verka saman. Ég er algjörlega sammála Sigríði Ingibjörgu það er margt sem að þarf að skoða í meðferð þingsins og ég veit að það munu allir leggjast á eitt við það. Mér langar samt að... Ég ætla bara að segja þetta hænuskref og það sem ég hræddust við að þeir sem ekki inn á fasteignamarkaðnum núna að það verði jafnvel erfiðara fyrir þá að komast inn á hann með þessum aðgerðum því að þetta muni leiða af sér hækkun á fasteignaverði. Þannig að það miklu betri greiningu líka áður og við getum rætt áhrif af þessu en þetta ekki afnám á verðtryggingu, þetta nýtt húsnæðissparnaðarkerfi. Já, það var talað í kynningunni í gær einmitt að séreigna sem systemið hefði verið í vörn og nú sérst á að spýta í svo fleiri geti eignað sitt eigið húsnæði.
svo margir komnir inn á leigumarkað af ungu fólki, en þetta séreignaleiðin. Það er verið að styrkja hann í sessi, segja Já, hvað þá með sko þá sem að, já, vilja kannski fara einhverja aðra leið og þá kannski fyrir við að því, sko Eygló Harðardóttir, félagsmálaráðherra, hefur verið að koma með sín húsnæðisfrumvörp. Þið eru búin að lúslesa þau í velferðarnefndinni. Og afgreiða þau í fullkominni sátt. Ég meina það var engin smá ávinningur fyrir í vor. Já, hvernig rímar þetta við það sem Eygló hefur lagt fram? Já, þar var náttúrulega verið að reyna að byggja upp almennan leigumarkað á Íslandi sem raunverulegan valkost fyrir fólk og til þess að tryggja líka fólki með lægri tekjur húsnæðisöryggi. Og ég hefði viljað sjá að það fjármagn sem þarna hefur verið að nota til þess að greiða niður vexti fyrir þá sem að þegar eru komnir inn á markaðinn, sko það getur alveg orðið spurning, ættum við kannski frekar að nota þetta í til þess að auka framboð af leiguhúsnæði, en það er kannski réttara húsnæðismálaráðherrann svarið þessu, hvernig þetta horfir við henni. Hún sagði í Morgunblaðinu dag að þetta rímaði vel við það sem að hún væri búin að gera og þetta gengi vel saman. Hvað segir þú það, Líneik? Er aðal áherslan hjá okkur á séreignastefnuna og það að gera eitthvað allt annað en félagsmálaráðherra að gera? Nei, þetta náttúrulega akkurat hugsað til þess að vinna saman. Við gerum okkur fulla grein fyrir því að það mun ekki allir fara séreignaleiðina og það er mjög mikilvægt að hafa leiðinar sem að unnar voru afgreiddar að þinginu í júní við hliðina og það var rauninni forseta að það kemur fyrst svo að væri hægt að koma með þessa leið líka. En svo náttúrulega það sem af því að áðan spurðir hópinn sem að hefur keypt, hvað styrst síðan að keypti og það er náttúrulega svo hópur sem við þurfum að skoða vel í meðferð þingsins hvernig fellur sem að setur uppi með 40 ára verðtryggð lán. Þeir sem eru bara, þú veist, fastir þar, þannig að það er ekkert lagt til hér hvernig á að losa kannski fólk undan slíkum lánum. En það eru leiðir sem eru sko, við erum þegar að skoða samhliða hvernig, hvort það er eitthvað hægt að víkka þessa leið út. Og það munum við gera eftir þessu viðskiptanefndinni. Fólk er oft á tiltölulega lágum tekjum, hvernig á það að spara fyrir útgreiðslu á höfuðstólnum og samhliða því sem að fasteignaverð mun kannski fara hækkandi. Ég held að þetta verði, og það er nú, Framsóknarflokkurinn hefur stundum komið með svolítið svona deyðubarkalegar aðgerðir inn á húsnæðismarkaðinn eins og 90% lánin og það er oft sem, sko það þarf að sjást fyrir því að svona aðgerðir hafa áhrif inn í fasteignaverði. Já, en það er ýmsar forsendur sem þurfa náttúrulega að liggja að baki og náttúrulega fólk þarf að vera með stabíl laun, þú veist, ekki kannski hérna í mikilli verktakavinnu og svoleiðis. En tíminn okkar er búinn til að samt að spyrja ykkur, það bíða 50 mál inn í nefndum þingsins. Haldið þið þetta verði allt klárað fyrir kosningarnar, fyrir þinglok, verður kosið 29. október? Ég held að þessi öll 50 mál verði ekki kláruð en ég hef ekki ennþá gert mig grein fyrir sko hvaða er sem að ríkisstjórnin er að leggja aðal áherslu á og mér finnst að það þurfa að leggja fyrir. Við erum með nánast hreint borðin í velferðarnefnd, við kláruðum allt okkar í vor í fullkominni sátt og Já, þetta er augljóslega forgangsmál, þessi nýju frumvörp. Já, þetta eru forgangsmál, það eru mál efnahags- og viðskiptanefndinni þar sem ég er sem eru bara tilbúin og vera að afgreiða út þessa dagana sko, varðandi vátryggingafélög, starfsemi vátryggingafélag, verðtryggingu og fleira. Já. Og í allsherjar- og menntamálanefnd erum við með mál sem að fengum umsagnir í sumar og erum bara á fulla að vinna. En hver eru stóru málum, forgangsmálin núna í þínum huga, fyrir þetta? Það eru þessi mál, það eru mál sem varða losun hafta sem eru að koma inn. Svo eru bara, það eru mikilvæg mál sem fá ekki oft mikla athygli eins og framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda og jafnréttisáætlun sem að við erum að vinna í allsherjar- og menntamálanefndinni. Mér finnst mjög mikilvægt að þessar áætlanir séu afgreiddar. Þetta eru oft máli sem að svona öllum finnst aukaatriði. Það er mjög alvarlegt að það átti að vera löngu búið að ákveða þær og það virtist vera einhver tregða á að koma þeim inn í þingi því ég held þær hafi verið tilbúnar lengi en þær kom ekki inn í þingi fyrir rúmlega ár eftir að þær voru tilbúnar. En ég meina flest af þessum málum klárast með einum eða öðrum hætti óháð kosningum. Ég meina þetta er bara einhver látalæti. Já. Og ég meina þetta mál mun bara fara í eðlilegan farveg og þarf að fá sína umfjöllun. Ég meina Alþingi er ekki færiband, við reynum að vinna faglega. Það hefur nú stundum litið þannig út að það væri... þingheimur hefur reynt að sameinast gegn því að þingi taki sér meira vald og vinni vel að málum saman. Já. Svo erum við að fara í umræðu frumvarpið Lánasjóði íslenskra námsmanna og það er frumvarp sem er mjög mikilvægt að komast á dagskrá og fái umfjöllun en ég gerir mér enga grein fyrir hvort við náum að afgreiða það núna
En þessi 29. október, Gunnar Bragi Sveinsson skrifaði hérna, framsóknarþingmaður, hann skrifaði sínum félögum í flokknum að þetta væri ótækt að Sjálfstæðisflokkurinn fengi bara að ráða för, var mjög óánægður með þetta, ekkert samráð við þingflokk Framsóknarmanna og svo framvegis. Ert þú á sömu skoðun og Gunnar Bragi með þetta? Eru þið að stjórnist þið af Sjálfstæðisflokknum og fjármálaráðherra? Já, þessi dagsetning kom mér ekki á óvart og heldur ekki á óvart að hún væri birt, þannig að ég var bara fullkomlega undirbúin undir það. Já, þannig að þú skilur ekki hvað Gunnar Bragi að meina? Já, ég veit, það getur vel verið að hann hafi ekki verið á þessum fundi eða eitthvað þar sem að við ræddum þetta, einhver. Já. Ég vil ekki halda ykkur lengur, ég veit að þið eruð þingið að byrja núna, akkur þegar við erum að tala saman hérna, en Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, formaður velferðarnefndar Alþingis, Samfylkingu og Líneik Anna Sævarsdóttir, þingmaður Framsóknarflokksins sem situr í efnahags- og viðskiptanefnd. Takk fyrir þetta. Takk. Og hér framundan verða það ritstjórarnir og það Sigmundur Ernir sem ætlar að fá Þórunni Elísabetu Bogadóttur, aðstoðarritstjóra Kjarnans til sín og Stefán Einar Stefánsson sem ritstjóri Viðskiptablað Morgunblaðsins. Það og sitt hvað annað. Já, og við ætlum að spyrja næst til dæmis að þessu. Hverjir borga kosningaloforðin? En það eru 9 mánuðir síðan að rúmlega 300 stjórnendur úr íslensku atvinnulífi skoruðu á Alþingi að lækka hið svokallaða tryggingagjald. En eftir hrun var það hækkað úr 5,34% í 8,65% árið 2011. En þetta eru peningar sem fara í atvinnuleysistryggingasjóð til þess að fjármagna atvinnuleysið. Nú hrun-tengda atvinnuleysið er horfið en ennþá er greitt hærra gjald en fyrir hrun. Og Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, hann hefur vakið athygli á þessu áður. En Almar, velkomin. Takk. Hver voru viðbrögðin við þessu þarna í desember í fyrra þegar að stjórnendur í íslensku atvinnulífi skoruðu á Alþingi að lækka þessa byrði? Við getum sagt að viðbrögðin á þeim tíma hafi kannski verið þau að umræðan svona þyngdist, þar að segja við kannski náðum eyrum stjórnmálamannana og ríkisstjórnarinnar betur en áður. En eftir sem áður erum við ennþá í þeirri stöðu og okkur finnst kannski skorta á verkin. Nú er búið að lækka tryggingagjald síðan þetta 0,5% sem var gert núna mitt ár. Og okkur finnst ennþá halla verulega á atvinnulífið og að þessi skattur á vinnu sem að tryggingagjaldi raunverulega er og það vegur rauninni þyngra bara í starfi einyrkjans eða minni fyrirtækjana heldur en annara. Og því miður er það þannig eins og við horfum á þetta, þá er þetta 1–1,5% sem að vantar upp og þetta sé lækkað til fyrra horfs og þannig eru svona, já ég leyfi mig bara að kalla það brellur sem að kannski gera það að verkum að fólk þarf að skoða þetta aðeins nánar til þess að átta sig á því hvað er á ferðinni. Sko við erum að tala að þetta er gjald og þetta er byrði og flest fyrirtæki í Íslandi eru lítillega meðalstór og þegar að þetta er skattur og þegar að þetta er lagt á og þá hlýtur það komið veg fyrir að þú getur kannski hækka laun hjá fyrirtækinu þínu eða bætt við starfsfólki. Þannig að þetta eru milljarðar. Þú bendir á til dæmis að í tölum greiðslu afkomu ríkissjóðs að gjaldið sem íslensk fyrirtæki borguðu ríkissjóð hafi verið 42,3 milljarðar á fyrir helmingi þessa árs, 5,4% umfram áætlun. Þetta eru gríðarlegar upphæðir. Já, þetta er, og eins og menn hafa rætt þetta er þægilegu skattur fyrir ríkisvaldið vegna þess að hann er svolítið dulinn. Hann sést ekki? Hann sést ekki fyrir almenning og þetta sést hann fyrir launagreiðandinn finnur fyrir honum beint og hvort sem hann er stórfyrirtæki eða einyrki. Og það er ofta einyrkjarnir og kannski þessar greinar sem eru byggðar upp á því að vera raunverulega bara eða miklu leyti til launakostnaður sem finna mest fyrir þessu. Og það eru þá þjónustugreinar aðilar sem eru í ráðgjöf og öðru slíku. Sprotafyrirtæki, það er mjög algengt að þessi smáu fyrirtæki sem að kannski eru kyndilberar okkar fyrir bjarta framtíð lendi fyrir barðin á þessu líka og finni mikið fyrir þessu. Þannig að það þarf að ræða þetta og það þarf líka að ræða það. Þessar brellur sem ég vekaði áðan felast í því að tryggingagjald er eintala, í dag er hún 6,85%. Þar af er einhver 1,45% sem að raunverulega eru svo kallað atvinnutryggingagjald og er þá fer í það að fjármagna atvinnuleysi og það er engin ágreiningur það. En sá þáttur þarf þá að sveiflast með atvinnuleysinu og hefur svo sem verið að gera það þó að í krafti lágs atvinnuleysis núna gæti þetta lækkað meira. Það er það sem að Samtök atvinnulífsins hafa verið að halda fram núna nýlega.
En hinn þátturinn það sem við köllum almennt tryggingagjald sem í dag 5,40% samanborið við 3,5% fyrir hrun. Þannig að þarna vantar bara 2% stig á að þetta almenna tryggingagjald lækki. Og hvað það? Það í sjálfu sér ekkert sérstaklega við skilgreint. Það einhverjir þættir eins og fæðingarorlof og fleira sem að hanga þarna inni. En að öðru leyti þetta bara greiðsla í eitthvað ótilgreint. Skattfé sem að ríkisvaldi notar í hitt og þetta og velferðarmál og fleira og allt geta þetta nú verið hinn mætustu mál og mikilvægustu en eftir stendur að þetta ógæsætt og eftir stendur að í þessu felst að við séum með 2% stiga hærra almennt tryggingagjald núna en við vorum við hrun að stjórnmálamennirnir nánast sama í hvaða flokki þeir standa þeir hafa ekki verið tilbúinir til þess að færa þetta til þess horfs og segja við fyrirtækin við viljum hvetningu til dáða, við viljum auðvelda ykkur að ráða fólk í vinnu og við viljum auðvelda ykkur að hækka örlítið við fólk launin eða gera ykkur hluti sem að ýta undir það að þið eigið sterkan og góðan starfsmannakúltúr. Já, að því það má ekki gleyma því að bak við fyrirtæki bara fólk að reka fyrirtæki og fólk að vinna í þessum fyrirtækjum og þetta fjárhagsleg byrði. En nú þetta bara pottur og það virðist vera dágóður peningur í þessum potti. Og manni heyrist það svona á orðum Eyglóar Harðardóttur, félagsmálaráðherra, að hún ætla að nota eitthvað úr þessum potti í að lengja fæðingarorlof og hækka greiðslur. Hvernig skilur þú það? Já, við höfum auðvitað stórkostlega áhyggjur af því að við í sjálfu sér hjá samtökum iðnaðarins, við í sjálfu sér viljum horfa fyrst á umræðuna eins og hún var til dæmis fyrir síðastliðna kosningar og nú eru aðrar á döfinni. Þá það alveg einhuga, það var alveg sama við hvaða stjórnmálamann þú talaðir. Allir sögðu já, að sjálfsögðu þurfum við að lækka tryggingagjald. Og það hefur eitthvað lækkað en það byggist fyrst og fremst á lækkun atvinnuleysis. Þannig að þetta almenna tryggingagjald sem að áður held ég fari rétt með hafði verið hækkað til mótvægis lækkun á atvinnutryggingagjaldinu. Þetta nú horfði svolítið flókið en í rauninni sem að noti nú bara hendurnar að þú lækkar eitt en þá hækkar annað á móti og almenningur horfir bara á heildina og þá spörsuðu menn alltaf skilja eftir einhverja pínu litla lækkun þannig að þetta liti nú allt saman vel út en staðreyndin núna að stjórnmálamennirnir hafi ekki fylgt þessu eftir og við viljum ræða það áður við förum að ræða hvernig við að nýta tryggingagjaldið í jafnvel góð mál eins og það að hækka allavega greiðslurnar í fæðingarorlofi ég meina það allt gott og blessað ég meina hvað getur verið á móti því? Já, það mjög gott mál og við erum að sjálfsögðu ekki á móti því. Við telum eðlilegt að hækka allavega greiðslurnar, við erum meira að hugsa yfir lengingunni en áður en að því kemur þá þarf að ræða aðeins tryggingagjaldið og lækkunina og það athyglisvert að í þinginu hefur verið mjög góð vinna í kringum það sem kölluð fjármálaáætlun ríkissjóðs sem svona langtíma stefna þegar hún lesin og við bentum á það í okkar umsögn málið þá ekki eitt stafkrókur á blaði það að það standi til að lækka tryggingagjald þannig að við erum svolítið skilin eftir í lausu lofti. Það auðvitað þannig á vinnumarkaðnum liggur fyrir ásetningur sem var þá staðfestur að hluta til núna mitt árið að fjármálaráðuneytið og ríkisstjórnin vill lækka tryggingagjaldið eitthvað. Það gerist hægar en við ætlum og auðvitað spyr maður alvarlega spurninga ef að þetta síðan kemst ekki einu sinni inn í fjármálaáætlun sem lykilplagg, svona stefnumótandi fjármálaplagg fyrir ríkissjóð, þá verður maður að gagnálda. Það virðist ekki vera mikill vilji til þess að lækka þetta gjald og þá auðvitað kemur ekki til greina að úr þessu gjaldi sé verið að fjármagna einhverja nýja hluti. Það verður að byrja að skilgreina þetta betur áður en að lagt af stað í þá vinnu. Jafnvel þó jafn gott mál og fæðingarorlofið sé að ræða sem mál sem að við styðjum eins og ég segi hvað varðar hækkandi greiðslu. Já, þetta nú kannski dæmigert líka það mjög auðvelt að setja á skattinn en svo einhvern veginn fer hann ekkert aftur. Þannig að þetta var hækkun á skatti, bara kalla þetta bara skatt. Já, og að því hún nefndi nú mín orð í sumar, það líka svona umhugsunarvert í minnsta lagi, maður ætti nú kannski að kveða sterkara orði, að þegar að greiðslur eða skatttekjur af tryggingagjaldi reynast mun hærri, 5% hærri heldur en ráð var fyrir gert. Og það liggja fyrir loforð og vangaveltur það að það ber að lækka gjaldið. Þá hlýtur maður að spyrja spurningarnar, enginn með fókus á þessu? Það verið innheimta meira heldur en stóð til og á þá ekkert að skila því aftur, þetta skattur á vinnu, þetta bitnar á fyrirtækjunum, við erum að taka á okkur og menn telja það mikilvægt í stóra samhenginu að taka á sig í raunverulega mjög háar og framhlaðnar launahækkanir með að við síðustu kjarasamninga. Það mjög mikilvægt, en
Þetta verður þá kannski eitthvað að koma á móti og menn verða að horfa á það að það getur ekki verið raunveruleiki að við erum að horfa á mun meiri innheimtu á tryggingagjaldi heldur en áætlanirnar einu sinni sögðu til. Já, þessir atvinnureikendur sem að senda þessu áskorun frá sér í desember síðast sögðu að árlegt gjald væri 20 til 25 milljörðum króna hærra en það ætti að vera. Þannig að hér erum við að tala alveg rosalega drjúgan pott sem að verða til. En við komum þessu á framfæri. Almar, við náum ekki að fara lengra í þetta mál. Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins. Það kærlega fyrir komuna á Þjóðbraut. Takk fyrir. Svo ritstjórnin næst með Sigmundi Erni.